Góðan daginn YouTube og velkomin í fyrsta vlogg mánaðarins. Eins og þið ættu nú kannski að vera farin að vita, þá er fyrsta vídeo mánaðarins alltaf reset myndband. Þetta er reset myndband líka, en við erum að byrja það aðeins seinna en vanalega. Við erum að byrja það 4. nóvember á þriðjudegi. 1. nóvember var á laugardegi núna. Fyrsti mánaðarins var á laugardegi núna. Og ég var náttúrulega aldrei að fara að byrja reset mynd á laugardegi. Það bara er ekki einhvern veginn rétt. Planið var að taka bara djúpþrif á sunnudeginum og skipuleggja vikuna og bara vera komin í geggjaða rútínu á mánudeginum, eða þú veist, vera komin með markmið, ný plön fyrir mánuðin og allt það. Búin að vera svo ógeðslega eitthvað löt seinustu viku. Seinustu vika sló mig bara alveg út af laginu með þessum snjóstormi og ég er ekki búin að fara á æfingu síðan á miðvikudaginn. Þannig ég er á leiðinni á æfingu núna, fyrstu æfinguna mína í næstu viku. Fann bara strax í gær einhvern veginn, ég fekk bara svona smá kvíða tilfinningu og ég var bara svona, ég held þetta sé ángriðs af því ég er ekki búin að mæta æfinga í nokkra daga. En á þriðjudögum þá fer ég alltaf í Pilates 8:30. Ég var löt í morgun og ég snúsaði, þannig að ég náði ekki í Pilates. Klukkan er orðin korter yfir 9. Ég er bara leiðinni núna á æfingu. Þannig ég ætla að taka bara smá leg day, tröppur, maga, sjá bara hvað ég næ að gera mikið. Og ég er mjög spennt að byrja þetta reset fyrir mánuðin. Ég er ekki búin að setja með markmið fyrir mánuðin. Ég held ég sé með svolítið öðruvísi markmið þennan mánuð. Ég er ekki alveg viss, en ég held það. Ég ætla að reyna að búa til svona æfingar, þú veist, setja upp æfingar cirka fyrir mánuðin, hvernig ég vil æfa. En ég er bara spennt að, já, endurstilla mig. Mér finnst ég bara einhvern veginn þurfa alltaf að gera það mánaðarlega, taka svona stórt og það er þetta myndband. Ég hugsa að þetta verði svona vika í lífi. Það líka vantar 2 neglur á mig og þær eru orðnar mjög útvaxnar, þannig ég er að fara í neglur á 5. Það var verið að samþykkja tíma minn. Ég ætla að hætta að jappa og fara á æfingu. Ok, hversu fallegur morgun. Það er sána hérna inni. Það er ógeðslega heitt loft hérna inni. Sánan er opin. Ég veist, hlæðsla á meðan ég sturta mig og gera mig til. Ég er svo þreytt í endaæfinguna á tröppum, alveg smá hratt. Þannig að hjartslátturinn er alveg uppi. Við vorum að koma heim úr göngutúr og ég er að fara að elda spagetti fyrir Oliver, pasta fyrir mig og ég ætla að búa til mína eigin tómatsósu. Þú veist, Oliver mun halda þetta sé tómatsósa en þetta er í rauninni pastasósa með alls konar grænmeti. Það var þetta minn matur. Ég vildi hafa svona slaufur. Hvað ert þú að borða? Þetta er gott. Mjög gott. Hættulegasta við þennan árstíma er jólaölið. Ég skipti því, eða þú veist, ég hætti að kaupa sóda og kaupa svona. Góðan daginn. Með kaffi mitt loksins. Oliver var ekki að leyfa mér að búa það til. Hann vill alltaf að ég kem og sjá eitthvað hjá sér. En hann vakti mig 8-leytið. Ég þarf í raun ekki að leggjast það í vinnuna fyrir 10. Þannig að við ætlum bara að eiga mjög rólega morgun. Við erum búin að vera fram í svona klukktíma og ég náði að slétta mér hárið. Ég fór í everything shower í gær, þreifa mér hárið og svona. En ég sem sagt svæfði hann bara eftir kvöldmandi í gær og hann sofnaði 8-leytið. Og ég tók bara svona 1,5 klukktíma þrif. Það sem ég bara þreifa allt, það var allt í hennu bara gefðið mikið drasl bara á einum degi. Ryksugaði, skúraði. Það er ógeðslega fínt þarna þegar við vöknum í morgun og bara mjög fínt og bara gott að vakna og svona. Gerði líka
mynd á Pinterest eins og ég ger alltaf í byrjun mánaðar, þú veist, ég bý alltaf til nýjan lock screen inn á Pinterest. Oliver Örn, hættu með læti. Ef þú ferð í Pinterest appið og ítir á þarna plúsinn í miðjunni, þá getur þú gert svona collage. Ég er búin að vera mjög mikið að gera collage. Hérna gerði ég hérna jólagjafalisti minn. Hérna er október, september. Þú veist, ég bara gerir fyrir svo mikið núna. Það hjálpa að peppa mig svo mikið. Og ég var að gera, ég skal setja hérna mynd upp á skjáinn. Ég var að gera sérst fyrir nóvember mánuð. Ég finnst það ógeðslega peppandi að hafa eitthvað svona lock screen sem bara hvernig þú sér mánuði fyrir þér. Mjög lítið hægt að tala við ykkur með syngjandi 3 ára barn hérna í bakgrunn. Ég ætla bara að fara með hann í leikskólann eftir svona kannski 40 mínútur. Drekka kaffi mitt í rólegheitunum. Svo er ég að fara að taka 1 kúna niður í vinnu og svo ætla ég að fara í hádegis Pilates. Þannig að ég tala betur við ykkur eftir. Klukkan er ganga 10. Og ég er í alveg smá emotional hérna upp í rúmi. Ég langaði svo að prófa að gera vídeo þar sem ég tek saman bara svona alls konar YouTube-klippur. Og ég gerði þú veist þetta vídeo. Ok, og ég skrifaði point of view, þú byrjaði að loksins á YouTube. Og ég veit ekki af hverju, ég er eitthvað svona emotional. Mér finnst þetta ógeðslega gaman að posta á YouTube. En ég væri örugglega ekki svona dugleg að posta og ég væri kannski bara löngu hætt, bara yfir höfuð. Ef ég væri ekki alltaf að fá þetta pepp frá ykkur, þú veist, sumar senda mér bara eitthvað geggja vídeo sem varst að posta og sumar, þú veist, spurja mig hvenær er næsta vídeo eða það er kannski smá langt síðan ég postaði eða eitthvað. Eða bara læka, þú veist, þegar ég seti í story, þú veist, þá fæ ég kannski like á story og ég er svona, what er þess að læka, þessi horfi greinilega. Og svo veit ég að það er líka fullt af fólk sem sendir ekkert en finnst það samt, skilur, og ég er líka þakklát fyrir ykkur. Þegar nýlega er ég bara búin að vera miklu meira svona YouTube heldur en TikTok og þá mér finnst YouTube vera miklu persónulegra. Þú veist, fólk er að klikka á vídeo mitt á YouTube af því það vill horfa á mig, það er ekki bara eitthvað að fá það á For You page sitt og þú veist, scrollar síðan eftir nokkur seka því það nennir ekki að horfa á það. Bara actually eru með þetta í gangi og meðan þið eruð bara að elda, gera ykkur til, chilla, ræktinni, þú veist. Ég bara, ég elska YouTube svo mikið og mér gæti ekki verið með sama hvað ég fæ mörg views á YouTube. Mér gæti ekki verið með sama hvort ég fóð 200 views eða 500 views eða 1000 views. Af því bara þetta er miklu persónulegri tala heldur en á TikTok, skilur. Bara er ég alveg smá emotional að horfa á vídeo sem ég var að klippa saman. Ég er búin að eiga gett erfitt með að vlogga daginn í dag, ég veit ekki hvað það er. Þú veist, ég er alveg búin að taka eitthvað upp í dag en síðan þegar ég ætla að fara að bæta því inn í vloggið þá er ég bara, nei, þetta er ekki að fara inn í vloggið, þú veist, mér finnst þetta ekki nógu skemmtilega klippur, mér finnst þetta ekki nógu svona eitthvað. Samt er ég búin að gera fullt í dag, þú veist, ég fór í Pilates í hádeginu, ég fór í sund og sána með Brynjari, við fórum í íþróttaskólann, svo vorum við Ólöf bara eitthvað heima, þú veist, bara kvöldmat og kósí og ég bara, þú veist, ég veit ekki, þú veist, það er alveg fullt sem að ég hefði getað sýnt og ég var að reyna að sýna ykkur það, en ég bara einhvern veginn ekki búin að vera í vloggstuð í dag, en þetta kom mér einhvern veginn í vloggstuð, þú veist, núna, ég skal vlogga á mánudaginn. Ég legg fyrir neglur á morgun, laga þessar 2 og ég er að pæla að breyta lit, ekki fá mig bleikara sem ég er búin að fá mér í allt ár. Allavega, ég er bara að fara að sofa bráðum. Ég og Lúlli erum bara einna 2 kósí. Mér langaði bara að koma að segja góða nótt og að þessu uppdate ykkur okkur ég er ekki búin að vlogga neitt í dag en á morgun ætla ég að vlogga og á morgun ætla ég að deila með ykkur markmiðunum mínum og við ætlum að hafa bara gett wholesome dag saman á morgun. Ég vil samt vita hvernig morgunminn er í alvörun að fara. Ég er mjög stætt ykkur alltaf en ég er alltaf sein að fara með Ólöf í leikskólann. Ég eyddi korteri cirka í að leita einhverjum sokkum. Keypti einhver svona skrimslapakka fígúru sokka, 6 pör. Ólöfur hefur bara viljað vera í sikkurum sokku þá hann fannst þér svo flottir þannig að hann tímur ekki verið bara einu pari. Nefnum í dag ákveðan að hann vildi vera í sama sokknum og ég bara ok, ég veit ekki hvar hinn er út af því þeir eru bara góð allt. En ég var að leita inn í þvottahúsi svo lengi og svo var hann bara eitthvað inn í fórstofu. Ég er að byrja á kaffinu mínu. Það er basically að fara með hann núna í leikskólann og fara svo beint í Pilates.
fallegt morgunsól. Nail reveal. Ég fekk mér stuttar svona eitthvað almond round eins og ég fæ mér alltaf. Nefnum nú fekk ég mér Milky White. Og ég held ég sé að elska þetta. Engiferskot, C-vitamin og vitamintöflur. Ég gerði nóvember markmiðalista í gær og þetta eru eiginlega allt ný markmið og ég er búin að ákveða, ég ætla að gera þau öll í dag. Þú veist, ég ætla að taka bara einn dag þar sem ég tjekka þau öll af. Fyrsta já bara fyrsta, mun eftir vítaminum og engiferskot allan morgna. Þannig að bara að tjekka það. 2. Bæta hlaupi aftur inn í æfingarútínu. Ég er ekkert búin að hlaupa síðan bara í sumar. Og í gyminu þegar ég tek kardio tek ég alltaf tröppur núna. Mér langar svo að byrja að taka aftur svona hlaup sem upphitun og hlaupa daga og eitthvað svona. 3. Vakna 1,5 til 2 klukkstundum áður en ég fer út úr húsi. Basically, ég miða alltaf við að gefa sjálfur mér klukkutíma. En það væri svo næs að vera með 1,5 eða 2 tíma. Og þá er ég líka að vakna svona hálftíma, klukkutíma undan Oliver. Sem er að smá svona bónus. Númer 4. 1 fancy date með Brynjari og vikuleg movie night. Það langar að byrja, þú veist, plana meira svona samveru með honum. Númer 5. Búa rúmið og draga frá alla morgna. Ég ætla að fara að gera það eftir smá. Númer 6. Sækja Oliver í vagninum og taka smá göngutúr þegar veður leyfir. Þá er ég að meina þess að sækja hann í leikskólan og taka bara svona auka hring labba áður en við förum heim. Af því ég er svolítið búin að vera að vinna með göngutúr eftir kvöldmat, borða snemma, það er svo í smá göngutúr. En nú er orðið dimmt svo snemma, þannig að maður þarf bara að fara að gera þetta strax, seinniparts. Og númer 7, klára bók. Ég tók bók í byrjun október og ég er ekki ánda búin með hana, þannig ég ætla að klára hana og taka nýja bók. Þetta eru markmiðin mín fyrir nóvember og ég ætla að gera þau öll í dag. Ég ætla að fara á æfingu, hlaupa, ég ætla að bara búa rúmið, ég ætla að fara göngutúr með Oliver í dag, ég ætla að lesa í kvöld, bara þú veist, gera þessi markmið. En klukkan er bara akkurat 10 og við erum ennþá bara að koma ykkur í gang af því að það er starfsdagur í dag, hann svaf til 9, ég veit ekki hvernig ég náði að láta hann sofa til 9, en it was appreciated, ég var alveg til í smá svo út. Þannig já, við erum bara komin í langt helgafrí og mamma ætlar að hleypa mér á æfingu. Kannski bara 11 þá er örugglega næs passa hann og svo ætlum við að gera eitthvað í dag saman og svo erum við að fara á Fossetan í kvöld. Það hefur verið hefð bara nánast allt þetta ár að ég baka pítsu á föstudögum og ég byrjaði það af því að Oliver elskar að baka pítsu og búa til pítsu. Hún finnst það ógeðslega gaman og hann borðaði pítsu sem er eitt af fáu sem hann borðar í kvöldmat. Hann hefði mig segið þetta. Við erum ekki að vera að baka pítsu núna, ástu mín. Núna er komin hverfisstaður, pítsastæður, þannig að okkur langar bæði bara að styðja hann og þetta eru geggjaðar pítsur, þannig að kannski svona annan hvert, þriðja hvert föstudag förum við á hann í stað fyrir að baka pítsur. Baka pítsu. Ég held að ég sé bara ready að fara með Oliver til mömmu. Ég var bara að klæða mig í íþróttafötin, tekur alveg bara kaffi með mér. Ég var að fá nýjar íþróttabuxur. Þetta eru World Class Gymwear, svona brúnar. Já, það eru svona ljósbrúnar síðar. Ég held að teygjan myndi vera meira svona, þú veist, hún er alveg stíf, en hún er ekki að, þú veist, alveg íta á mann. Þannig að ég fíla allavega so far, ég er mjög spennt að prófa þær á æfingu. Oliver er búin að vera að hanga í mér senstu 40 mínútur bara og vilja leika við mig. En svo akkurat núna þegar ég er tilbúin að fara, þá er hann komin inn í herbyggi að dunda sér á fullu. Ég var að koma úr sturtu. Hún fór mér hádegismat, ég fekk mér egg, baunir og brauð. En ég og mamma ætlum að baka engifer smákökur, já, engifer smákökur. Í dag ég ólst upp með þessar smákökur af því að amma mín bakaði þær alltaf og jú, ég bara elska þær og við ætlum að baka þær. Ég er að spá í að þrífa bílinn minn. Það er svo þellt þrífan á bílaplaninu hjá mömmu út af því að ég get verið með ryksuðana út úr húsinu þeirra og síðan bara get ég, já, það er bara einhvern veginn nóg plásslega að þrífa bílinn á bílaplaninu þeirra. Ekkert betra en að byrja mánuðinn á hreinum bíl. Ég er búin að vera svolítið dugleg að nota þetta. Ég reyna að nota þetta einu sinni á dag. En er ég búin að vera líka að dry brusha. Ég er búin að vera að nota þetta á
lærin. Þeir í hring, alveg bara allt lærin, næ öllu lærinu bara vel og þetta er alveg, ég er alveg 5 mínútur að gera hvort læri. En það á að bara hjálpa að slétta húðina, þetta getur hjálpa með svona ójöfnu og appelsínu húð og bara einhvern veginn gera hann meira svona smooth. Þannig að þetta var mjög næs æfing af mjög langt síðan ég notaði hlaupaskóna mína og þeir eru svo góðir. Þetta er Nike Pegasus skónir. Ég held þessi bara einn típa Nike Pegasus, ég veit það ekki. En ég fekk þá í samstarfi við Háverslun í vor og mér leið bara ógeðslega vel að hlaupa í þeim. Það tók ég efri búk, lyftingar og endaði á smá tröppum. En ég að spá ég að mála mig smá. Bara reyni ég vel að gera mig aðeins til fyrir daginn, sérstaklega ef ég er að fara að vera mikið út úr húsi. Þannig að ég ætla að mála mig og fara svo yfir til mömmu og Ólivers. Ég vil borða gras. Ætlarðu að borða gras? Nei, ég myndir ekki vera að borða gras í hús. Það er ógeðslegt. Ég held ég hef ekki kynnt Hugo áður í vloggið mitt. Koti? Þetta er Hugo. Hann hefur verið í USA vloggunum mínum áður af því að hann er bandaríkjahundur. Systir mín er að flytja til Íslands eftir 2 daga. Hún er að koma á sunnudaginn. Það er svo stutt í það og Hugo kom undan þeim til þess að koma í einangrun og eitthvað. Þannig að já, Ólafur er svona að venjast honum. Hann er vanlega frekar hræddur við hunda en ég held að hún finnst hann bara skemmtilegur. Það er ekkert eðlilega fallegt og gott veður. Merry Christmas! Yes. Við vorum að baka engiferkökur à la amma mín. Það eru svo góðar. Taste test. Ég er búin að smakka það reyndar. What's this? Ég þreif bílinn í dag og hann er mjög fín. Nú erum við að fara að borða. Klukkan er að ganga 5:30. Og við ætlum að fara að forsetan og fá okkur pítsu. Mér langt svolítið að smakka. Ég ætla að brauðstangir. Já, getur, já, við til brauðstangir. Og þau eru líka með eftirrétt. Mamma. Já. Setjum við margaríti og 2 skatta brauðstangir. Ætlarðu bara að fá brauðstangir? Já, ætlarðu ekki að fá pítsu? Óli er búin að finna sér dótakassa hérna. Bækur. Fékkstu liti? Með Spiderman og Batman. Hérna er smá pílu aðstæða. Sjúklega kósí staður.